leika fyrst. Þetta að vera sátt. Já, þetta það. Við spiluðum höfnum vörn og óttum vel á það, þannig að Kári setur þetta pluss. Við hann fjóra leikvika. Þannig að eina fyrir að brjóta vörnum þetta. Það er réttið að við náðum og þeir gætu ekki heldur. Við náðum aldrei að brjóta þá niður fannst mér. Áttum mjög erfitt með að skora á það allan tíman og þeir frekar líka, en Kári bara hann leikmaður. Það er góði leikmenn eins og hann, þeir geta að klára svona leiki sem er svolítið stál í stál. Aðri leikmenn kannski áttu bara erfitt með að koma sér í almennileg færi. Það var bara, það var X-faktor einhvers staðar. Hann kom þarna og fyrstu vera í sérstegi síðan Já, algjörlega, ég segi, hann er bara þannig leikmann sem getur klárað svona leiki og hann gerði það bara, momentið var bara eitthvað með hans og setti það voru ekki að minnst 2 þristar með restina og það var veldig dýr og meðan og við vorum við ekki að ná að opna þá. Okkur líður mjög vel, það er eitthvað ný orka yfir okkur og við erum bara svona okkur léttir, það var orðið svolítið þung og þetta er svolítið nýtt liðari sem að byrja upp á nýtt og ég var nokkuð bjartinn fyrir restina af þessu. Það sé hérna, ég er manni nekkar alveg hann í aðeins á hann á júlumindinu, er hann mikill varnarmaður eins og Ég hef voðalega lítið síðan, hann hefur verið eitthvað æfingu hjá okkur ég er ekkert að æfa svo lítið, ég vil að voru lítið síðan að skjóta. Þetta er ágættur skotmaður og hann er greinilega mjög ríkalega sterkur strákur og hann er með orðspar á sig fyrir að vera góður varnarmaður. Þannig að bara, já ég veit hvað þetta allt. Ég komst bara í gegnum einhverjum 2 mínútur á þessu YouTube highlightist. Þannig að ég hef ekkert búin að kynna mér hann rosalega vel. Ég er bara argar þetta.